Hendurnar eru okkar mikilvægustu verkfæri. Með þeim snertum við okkur sjálf, mat sem við neytum, umhverfið, viðkvæma einstaklinga, hrein og óhrein áhöld, hrein svæði og menguð svæði og getum þannig borið smitefni frá einum til annars. Á heilbrigðri mannshúð lifir mikill fjöldi örvera í góðu innbyrðis jafnvægi. Greint á milli þess örverugróður sem á höndunum í staðbundin örverugróður sem hin eiginlega húðflóra, resident flóra og þvæst ekki svo auðveldlega af og hins vegar skamlífari húðflóra, transient flóra. Það eru örverur sem koma á húðina í dagsins önn og eru oft á tíðum vandamál í heilbrigðisþjónustu. Örverugróður sem að finna í sárum og afrifum á húð handana kallaður sýkjandi flóra og erfitt að eyða henni. Þess vegna lögð áhersla á að sár og afrifur séu hulin hreinum umbúðum við öll störf. Rannsóknir sýna að engin aðferð til sýkingavarna eins mikilvæg og vönduð handhreinsun enda snerting algengasta smitleiðin. Meginmarkmið handhreinsunar í heilbrigðisþjónustu að draga úr skamlífu húðflórunni, flökkuflórunni. Það gert með því að bera á hendurnar viðeigandi handspritt eða þvo hendur með vatni og sápu og þurrka með hreinum þurrkum. Meginreglan á að vera að heilbrigðisstarfsmenn sótthreinsi hendurnar með handspritti sem inniheldur að minnstakosti 70% etanól ef þær eru þurrar og hreinar. Handspritt mjög áhrifaríkt til að drepa sýkla og þurrkar síður húð handana en tíður handþvottur. Skartgripir á höndum og síðerma starfsklæðnaður varna því að hægt sé að hreinsa hendurnar. Neglur eiga að vera hreinar og stutt klipptar og starfsklæðnaður stutt erma. Í rannsóknum hefur ítrekað komið fram að gervinöglum og gelnöglum tengist mikill vöxtur af bakteríum og sveppum sem geta valdið sýkingum. Því hafa margar heilbrigðisstofnanir bannað slíkar neglur. Hendurnar ber að þvo með vatni og sápu og þurrka vandlega með hreinni þurrku fyrir matmálstíma, eftir salernisferðir, eftir að einstaklingi með uppköst eða niðurgang hefur verið sinnt og þegar þær óhreinkast með einhverjum öðrum hætti. Við handþvottin á að byrja á að bleyta hendurnar með hæfilega heitu vatni, taka viðeigandi sápumagna á hendurnar og nudda höndunum saman í að minnstakosti 40 sekúndur þannig að öll svæði handa og fingra hreinsist. Skolið hendurnar með vatni og notið einnota handþurrkur. Skrúið fyrir kranan með handþurrkunni. Fyrir skurðaðgerðir eru sérstakar reglur handhreinsun sem gera enn ríkari kröfur til örverudráps á höndum. Aðferðin felst í því að fyrir fyrstu aðgerð dagsins og ef hendur mengast gerður vandaður handþvottur með sótthreinsandi sápu í 3 til 5 mínútur, þurrkað með dauðhreinsuðu stykki og síðan borið handspritt á húðina og látið þorna á henni áður en settir eru á sig dauðhreinsaðir hanskar. Milli aðgerða gerð handsótthreinsun með alkohólnutti, sprittnutti í að minnstakosti 3 mínútur og þurfa þá öll svæði handa og framhandleggja að vera rök af spritti á meðan. Handspritt sem uppfyllir gæðakröfur þarf helst að vera í brúsum sem næst notkunarstað og sem víðast í starfsumhverfinu til að greiða fyrir örri notkun. Æskilegt að handspritt sé í umbúðum þar sem hægt að stjórna skömmtum með sveif eða sjálfvirkum skammtara. Ef heilbrigðisstarfsmenn vinna fjarri handþvottaaðstöðu, til dæmis á slysstað, þurfa þeir að bera handspritti með sér í vasa eða tösku til nota áður og eftir að starf þeirra fer fram á vettvangi. Handspritt sem inniheldur 90% alkohól drepur betur óhjúpaðar veirur, til dæmis nóróveirur, róta og adenoveirur. Til að tryggja að öll svæði handana hreinsist, þarf að bera handsprittið á með sömu aðferð og notuð til handþvotta. Handlaug á að vera hrein og snyrtileg og nægilega stór til að hægt sé að þvo og skóla hendur á þess að rekast í innra byrði hennar. Æskilegt að blöndunartæki á heilbrigðisstofnunum séu með langri stýrisveif svo hægt sé að opna og loka fyrir vatnsrennsli með olnboga. Vassarmur þarf að henta handlauginni og ná vel út fyrir hana og túðan ekki vera of neðarlega, svo auðvelt sé að hreyfa hendur eða handleggi undir bununni. Tækin þurfa að vera í góðu lagi, hvergi leki meðfram, ekki laus í festingum og auðveld í þrifum. Sápa á að vera fljótandi í lokuðum einnota brúsa. Best að brúsi sé í grind sem festir á vegg til hliðar við eða yfir handlaug og á henni armur þannig að hægt sé að skammta sér sápu með olnboga. Skammtaraarmur skal falla rétt á stút sápubrúsans. Handspritt skal vera í samskonar útbúnað og sápan eða í sjálfvirkum sprittskömmturum. Þá fæst ákveðið lágmarksmagn af spritti án snertingar við stút eða tæki. Handþurrkur þurfa að vera mjúkar og rakadrægar og góðum pappír sem ekki skilur eftir agnir á húðinni. Þær þurfa að vera í lokuðum kössum til hliðar við handlaugar, í réttri hæð og staðsettar þannig að aðgengi sé auðvelt og ekki hætta á að ónotaða þurrkur blotni eða hendur mengist. Hreinlætis aðstöðu og búnað á að vera auðvelt að þrífa og það skal gert reglulega. Daglega skal strjúka af stútum og örmum með sprittvættum klúti.
Ekki skal bæta í sápu, spritt og handáburðarbrúsa og ekki flytja notaðar dælur á milli brúsa. Ef brúsi og pumpa eru hins vegar margnotuð, verður þú þvo brúsan og pumpuna vandlega og láta þorna vel áður en fyllt á hreina sápu eða pumpa flutt á milli flaskna. Ruslakarfa klædd plastpoka að innan með vel víðu opi skal vera til staðar fyrir notaðar handþurrkur. Mikilvægt að heilbrigðisstarfsmenn æfi sig vel í handþvottinu. Hægt að bera sérstakar lausn á hendurnar sem á að tákna óhreinindin, þvo sér vandlega og athuga hvort tekist hefur að fjarlægja óhreinindi. Síðustu 10 ár hefur Alþjóða heilbrigðisstofnunin haldið út í verkefninu Örugg heilbrigðisþjónusta í hreinum höndum eða Clean Care is Safer Care, en það gengur út á að efla vitund heilbrigðisstarfsfólks og stjórnenda á mikilvægi handhreinsunar og fá alla til að hreinsa hendur sínar fyrir og eftir snertingu við skjólstæðing og nærumhverfi hans.